Árni Þór Guðjónsson 15 ára kvikmyndagerðarmaður í Reykjanesbæ. Hann vann fyrstu verðlaun á örmyndahátíðinu Örvarpinu í síðustu viku. Við hittum Árna Þór og ræddum við hann sem RÚV með, sem heitir Örvarpið og sem eiginlega bara í hverju viku þá maður getur bara sendt mynd inn til þeirra. Þeir velja bestu myndina á hverju viku, dómnefnd, og síðan þegar þetta er búið, þá eru svona cirka 10 myndir og þá er bara áheyrendakosning á netinu til að velja hver vinnur. Og hvenær datt þér í hug að senda myndina þína inn í keppnina? Myndin átti upprunalega ekki að fara í þessa keppni. Ég gerði hana fyrir aðra keppni í Bandaríkjunum sem gekk ekki svo vel sko. En svo mamma mín bendi mér einmitt á þessa keppni og bara að gera senda hana og ég var ekki alveg að búast við að þetta myndi gerast, að ég myndi vinna hana sko, en þú veist, ég er mjög bara þakklátur fyrir að mamma hafi séð þetta. Þannig að hún rakst bara í lág þetta bara óvart sko, þannig að já. Og það er nú ekki leiðilegt leikaraval, Nei. Það er nú einn frægur í Reykjanesbæ sem leikur í myndinni. Mér vantaði fiðluleikara í myndina mína og eini fiðluleikarinn sem mér datt í hug var bara bæjarstjóri í Reykjanesbæ, bara Kjartan Már sko. Og ég hafði sem bara samband við hann og hann var bara mjög næs og vildi þetta bara koma og hann var alveg svakalegur í þessu hlutverki, alveg negldi þetta. This is the place we first met. Will you marry me? Þetta sem sagt örmynd, ekki satt, þetta er bara mínúta. Já, þetta er mínúta sko. Fyrsta keppnin sem hún átti að fara í var einmitt bara, maður átti að gera mynd í, hún mátti ekki vera lengri en mínúta og þú ættir bara að segja sögu á mínútu. Þannig að ég þurfti auðvitað hugmynd og ég og pabbi vorum bara að vinna með þessa hugmynd og reyna að koma henni niður í mínútu sko, sem var auðvitað alveg challenge sko og maður þurfti auðvitað að taka alveg helling úr til að láta þetta passa sko. En ég meina að þetta heppnaðist bara í endan sko. Já, sagan kemur óvart, það er skemmtilegur endir. Ég veit, já, hún er ámætt að gera það sko. Já. Hún er á ensku líka. Hún er á ensku út af keppnin sem ég tók átt í fyrst var einmitt í Bandaríkjunum, þannig að ég vildi hafa hana á ensku. Já, þannig að. Og voru tökur langar eða var þetta bara einn dagur? Þetta voru örugglega 3-4 klukkutíma bara í heild sko, bara á einum degi sko. Og myndin er tekin upp hérna í Reykjanesbæ líka? Já, hún bara, ég fekk að fá sal í dús til að taka upp og svo bara í bílnum, annar bara, þú veist, já, bara 2 staðir þarna. Þú hefur verið að gera svona alls konar myndbönd fyrir þetta. Já. Hvaðan kemur þessi áhugi? Það bara, elskaði bara bíómyndir þegar ég var yngri og hugsaði bara, já, ég gæti alveg örugglega gert þetta. Svo þegar ég var yngri, þá var ég að gera alltaf, sem sagt, svona frisbee-myndbönd sko, kannski betur við mig það sko. Það er reyndar búið núna sko, en núna er það bara meira í stuttmyndunum sko. En þegar ég var í frisbee-samtað sko, að gera öll þau myndbönd, það, þú veist, að klippa þau öll og taka upp það, þú veist, það kennir manni alveg helling sko og bara hvert einasta myndband sem maður gerir alveg bara kennir manni alltaf eitthvað nýtt sko. Nú er YouTube kynslóðin, mætti segja, hún er núna í dag, þessi ungu krakkar í grunnskóla. Mælirðu með því að krakka bara hoppi í djúpulaugina og fari í kvikmyndagerð? Ég meina, ef þetta er eitthvað sem ég hefur áhuga á, þá bara mæli ég hiklaust með að gera það. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt og bara einmitt það sem ég vil gera í framtíðinni, bara leikstýra og já. Það er bara mæli hiklaust með því sko, ef þið hafa áhuga á þessu. Og stefnirðu þá að því að fara í kvikmyndaskóla eða eitthvað slíkt? Bara, ég fór í New York Film Academy í New York í sumar á námskeið þar sem alveg kenndi mér alveg helling sko, gerði mynd þar og allt það. Svo þetta bara, ég ætla bara að halda áfram að gera fullt af myndum og hver einasta stuttmynd kennir manni alltaf eitthvað nýtt og kom alltaf verkefni, eða kom alltaf vandamál sem það er að leysa og maður lærir alltaf af þeim. Og það er einmitt bara skólinn sko, bara að halda áfram að gera myndir sko og vonandi kemst ég svo bara eitthvað staðar lengra á okkar sett og eitthvað og bara vinn mig alltaf upp hara.
Ertu með einhverjar hugmyndir á næstu stuttmynd eða örmynd eða einhverju slíku núna? Já, ég er búinn að vera að vinna á, búinn að reyna að hugsa um eitthvað til að gera næst og ég held að ég sé komið með hugmynd og ég með bara bíða spennt eftir henni, sko. Segðu mér aðeins frá kvikmyndahátíðinni og verðlaunaafhendingunni. Já, sem sagt bara Örvarpið var í tengslum við Stokkfish filmfestival. Myndirnar voru alltaf sýndar, allar 10 myndirnar voru sýndar í Bíó Paradís, þar sem Stokkfish var haldið á 50 deginum síðustu viku og þar voru allar myndirnar sýndar. Svo byrjaði ánægndakosningin og svo var lokahófið á laugardeginum þar sem verðlaunaafhendingin var og þar fekk ég sem sagt verðlaunin. Ég fekk GoPro Hero 5 í verðlaun og bara viðurkenningarskjal, sko, það var verðlaun, sko. Ég var mjög sáttur með ég var ekki að búast neinu öðru nema viðurkenningarskjali, sko, og að fá GoPro, sko, svona góða myndavél bara í verðlaun, sko, það var bara alveg magnað, sko, bara mjög þakklátur fyrir það, sko.